Herra Backman fer með stórleik í þessum þætti og ég ekki að taka svona til orða. Það var augnablik í þessum þætti þar sem að Þorsteinn var tárvotur við það að bresta í grát og ég vissi ekki hvort ég átt að standa upp og koma mér hinum megin við borðið til að hugga hann eða leyfa bara þættinum að rúlla. En það fór samt vel, hann var bara að útskýra hvernig method acting, Stanislavski og Chekhov aðferðirnar virka til að kalla fram tilfinningar og ég vil meina að hann hafi útskýrt þetta of vel. Við förum víða í þessum þætti, við förum yfir hlutverk hans í Kötlu, án þess að spilla fyrir ykkur sem er eftir að horfa að sjálfsögum, hvernig Helgi Björns kickstartaði leikferdi Þorsteins og feimnina sem hann þurfti að yfirstíga til að mæta á svið, sem var svo mikil að hann kastaði upp á milli sena. Vissir þú að blá útgeislun frá skjám getur verið skaðleg? Þess vegna er alltaf að sjá fólk með svona blue light blockers gleru. En það er til önnur lausn á þessu máli því að Lenovo skjáir eru með blágeislavörn sem verða augun, minnka þreytu og augnþurrk sem gerir þeir kleift að vinna lengur. Lenovo tölvurnar fást hjá Origo og á netverslun.is. Það er fátt sem jafnast á við að skapa minningar í íslenska sumrinu og njóta frísins með góðan ferðavagn í eftirdragi. Ég ætla bara að viðurkenna það, ég er ekki að tala af reynslu. Ég hef aldrei keyrt með góðan ferðavagn í eftirdragi og ekki einu sinni bara lélegan ferðavagn. Ég hef bara aldrei keyrt með ferðavagn í eftirdragi. En fyrir ykkur sem eigið ferðavagn og eru að ferðast um landið í sumar, þá getið andað ykkur fersku sveitalofti áhyggjulaus með kaskótryggðum ferðavagni hjá TM. Með þeirri tryggingu eru skemmdir á ferðavögnum og fylgihlutum bættar sama hvort að koma til vegna áreksturs, innbrots eða óhapps. Með aðstoð rafræns ráðgjafa inn á tm.is getur séð hvað kostar að tryggja ferðavagnin og gengið frá tryggingunni hvar og hvenær sem er. Þess vegna í sófanum í hjólusnuðinu. Svo einfalt er þetta orðið. Engin þörf á að hringja eða mæta á staðinn. Allar upplýsingar liggja fyrir á tm.is. Íslenska sumarið og ferðalög. Ef þú grípur ekki með þér rútu af glænýju Coke án sykurs í ferðalagið, þá gerist það ekki. Hvað á ég við með glænýju Coke án sykurs? Jú, hlustandi góður, Coke hefur fengið nýja yfirhalningu, útlitslega og bragðilega. Bragðilegu yfirhalning, bragðbætur, nýtt og betra bragð allavega. Og það er undir þér komið að dæma hvort nýja Coke án sykurs sé besta Coke í heimi. Sturlustaðurinn þessara inngangs er að Ísey skyr er framleitt með 3-falt til 4-falt meira mjólkurmagni en venjulegt jógúrt og þar að ekki með sér íslenskum skyrgerðlum. Ísey skyr fæst í stálheiðarlegum 500 gramma dósum en einnig 170 gramma dósum fyrir þá sem er á ferðinni en vilja halda í heilbrigðan lífstíl og grípa með sér próteinríka máltíð í snadri. Þar mæli ég sérstaklega með Ísey án sem er án viðbætt sykurs og sætuefna og eingöngu bragðbætt með ávöxtum. 14 grömm af hágæða íslensku mjólkurpróteini í hverri dós. Svo er það Rapunzel sem leggur ekki einungis sérstaka áherslu á gæði matarinn sem við bjóðum upp á, heldur einnig lífsgæði bændana sem ræktan. En Rapunzel setti á fót Hand in Hand verkefnið svo hægt væri að tengja hugmyndufræðina lífræna ræktun við heiðarleg viðskipti. Þess til þokkabótar er þetta allt ljúffengt á bragðið og sjálfsögðu lífrænt, því þannig viljum við hafa það. Kæri hlustandi, það er komið að Þorsteini Backman, gjörðu svo vel. Hvernig er það, þegar maður leikur karakter, hætti síðan að leika hann, eða búinn, hlutverkið lokið, tökum við lokið. Er þetta einhvers konar svona sambandslit? Já. Og ég er að hugsa svona hlutverk eins og Gísli í Kötlu, að þurfa að vera lengi með karakterum frekar heldur en einhver skets í áramótasköpinu, sko. Einmitt, já, þetta er... Svona heilt yfir, þá vinn ég þannig að og meira bara eftir sem árin hafa liðið að ég vil bara fara svona inn og út gluggan, ég vil bara þegar ég bara fer úr búningnum eða þannig, þá er ég bara búinn og og hringi heim og spyr hvað ég að kaupa í búðinni og og svona þú veist, og bara búinn með þetta og einhvern veginn í karakter eða neitt svoleiðis og mæti bara heima sem ég sjálfur. Kona mín hefur stundum þar að skoða á þessu og hún einmitt að því að þú nefnir Gísla í Kötlu þá sagði hann, já, hann var nú alveg alveg 10 daga að fara en sko það kannski spilar inn í að ef maður til dæmis safnar skeggi eins og ég gerði fyrir það og þá hefur það kannski áhrif á þú veist, já, kannski þið meira sem þetta sest að í líkamannum einhvern veginn þeim mun kannski lengur er það mögulega að þá fara eða breyta. Eins og til dæmis Jóngnar sem Georg Bjarnfreðarsson að hann þurfti að vera með múnderinguna, klippinguna og skeggið. Já, það er svona, þá fylgir þetta meðan allavega þú ert að gera það, sko. Og hann leit í speilin á mótnana og sá bara Georg Bjarnfreðarsson. Já, ég get sér best trúa því, sko. Já, eitthvað neginn þannig, sko. Eftir því sem þú gerir meira, þú veist, ég rækkaði mig til hann sköllóttan fyrir eyðin þá er ég bara sköllóttur og maður er einhvern veginn annar
En það er ekki svona andlega einhver viðskil við einhvern karakter sem varst búin að reyna að setja þig svo mikið í spór? Nei, að mér fannst þetta með þess að þegar ég var að gera karakter sem heit Móri Vonarstræti, þá var ég sko með, ég var enda með hár alveg hérna svona næstu nýra á axlir sem að var síðan með hárlengingum í og en ég var með gerfiskegg af því að ég þurfti að vera með það, ég var búin að safna skeggi en svo þurfti ég að vera bæði skegggeður og skegglaus á tökutíðanbylinu og þá fannst mér alltaf bara eins og þegar ég var búin að taka mig skeggið og reynsa framan úr mér og þannig og tala nú ekki ef ég fekk að taka hárlengingarnar að þá var ég bara búinn sko að því að ég var mikið spörður til dæmis akkurat það hlutverk hvort að ég ekki verið hérna lengi að komast út úr því og hérna ég var alveg bara neitaði því alveg. En heldur það sé ekki svolítið jákvæmt að fólk harðlega sko. Að fólk spyr einmitt út í það, er það ekki bara út af því að þú varst þá svo trúverður í því hlutverki að þú hafir að leita út fyrir að þú væri bara djúpt komin inn í það? Já, ég tók því þannig, ég tók því sem komplimenti og hérna, en þetta er sko kannski kemur þetta allt til út af því að það er alls konar hugmyndir leikaravinnuna og ég var nú á tímabili kallaður svona methodleikari og ég stúderaði það alveg í taldin tíma, þetta svo kallaða method og hérna sem kennt við Lee Strasberg og Actor Studio í New York og í grunninn hérna eitthvað skonar amerísk útgáfa af hérna þessum fræga Stanislavski sem er svona dálítið faðir nútíma leiklistar, rússi og þarna og þá þeir sem eru frægir til dæmis fyrir að nota það svo Daniel Day-Lewis og fleiri sko. Og er ekki Heath Ledger í hérna Jókernum? Jú, gott ef ekki og þá ertu dálítið þá sko já, þá ertu dálítið einhvern veginn að taka allt út frá eigin hérna reynslu það er að segja þetta er allt bara ef ég væri í þessum aðstæðum hérna, ég er orðin einhvern veginn karakterinn og þetta getur verið dálítið skitsó sko það er bara upp í hausinu þér? Já, eða svona, þú veist hérna, ég meina ef þú ert að leika ástarsenur skilur þarf að vera raunveruleg ástfangin til þess að sé raunverulegt eða getur þú leikið þetta það er þessi spurning sko okay. Og hérna svo þegar ég kynnist aðferðum hérna annars lærisveins hérna Stanislavski sem hétt Mikhail Tjekov og var rússi líka og var hérna Stanislavski sagði að hann hefði verið besti nemandi sinn og var talið eitt besti hérna leikari Rússlands og bara í heiminum öllum á þeim tíma þetta var 1955 í Hollywood en hérna hann fekk eiginlega svona næstu nervous breakdown við að reyna að fara inn í þetta sem sagt alltaf út frá eigin tilfinningum sem Stanislavski leiðin? Já, var það til þess að byrja með okay. Bara þú ert að tala að fá nervous breakdown, eru þú að tala bara að hann þarf að vera sorgmætur eða eins og þú sagði, vera ástfangin eitthvað svona mjög tilfinningaríkt og hann þá í rauninni kannski að kalla fram einhverja minningu eða dauða foreldris eða og afa, eitthvað sorglegt til þess að líta út fyrir sorgmætur Já, ok, ég trúi því nú að það getur orðið svolítið erfitt Já, það getur verið það og ég meina, þú veist, ég reyndi þetta alveg þessa aðferð og það sem að gerist einhvern veginn við þetta er að þetta kannski virkar fyrir því í fyrsta skipti þú færð að hugsa einmitt dauða mönar eða eitthvað sliðis og hérna og það hellist yfir þig, þú veist, sorgin og alla sáru minningarnar og þetta eða sem sagt tilfinning einhvern veginn erfiðan aðskilnað eða sliðis og hérna svo þarf það að endurtaka nokkur sinnum og svo allt í einu ferði að þurfa að íta á eftir því og hérna þá ferði kannski svona að upplefa ok, ég er búin að vanhelga þessa minningu og hún er eiginlega þotna upp líka sko er hægt að virka fyrir mig og þannig það er svona þetta er eiginlega svona já, þetta getur verið svona dálítið, hvað ég segja já,
einhvern veginn vanhelgar minningun aðalega og svo bara þetta, já, brunnur sem þornar upp. Það var það sem ég upplýði og mjög margir aðrir. Hins vegar eru margir leikarar sem lærðu þessa meðþóttnálgun sem hafa getað notað hana á alla ævi og þá kannski ferða eftir í hvað þeir eru að sækja eða hvernig til að sé gott myndband á YouTube með Dennis Hopper hann útskýra þetta sko og þá fer hann bara í einhverja minningu og hann segir bara ég man bara hvar ég var þú veist, móðir mín sló mig og þetta bara virka fyrir hann eitthvað einasta skipti hann bara hann sér sig í þessum fötum sem hann var í, sér umhverfið reynir að finna bara lyktina og bragðið og það sem að skynja, hann bara komin þangað og þetta er það mikið tráma sko að hann getur notað aftur. Þetta er svona já, þetta er pínu örugglega, finnst mér. Og hvað gerir Chekhov þá? Hann var komin í eitthvað breakdown hann? Já, svo hann fyrir að þróa aðrar aðferðir og vill meina það að þú getur notað skynminni og það er að segja líkaminn þekkir alla tilfinningar og man eftir öll og getur tjúnað sig inn á rauninni hvaða bylgjulengd sem er svo leiðis að þarna þú þarft ekki annað en að þú getur líkamnað hvaða tilfinningu sem er ef það er sorg að þá bara byrjar að sko ímynda er að kannski hægri handleggurinn sé allir fullur af sorg og svo vinstri handleggurinn allir fullur af sorg, tveir sorgmættir handleggir og hvernig vilja að reyfa sig og svo fyrir sorgin í axlirnar og hún fyrir í hálsinn þú líkamnar þetta svoleið sko og síðan getur bara líka skynja sorgina sem andrúmsloft sem eitthvað sem að bara liggur í loftinu og þá getur þú byrjað að láta jafnvel sorgina stafa frá þér eins og þú bara einhver orkuskipti sko þú sendir hana frá þér ég byrjaði jafnvel að skynja hana í þér sjá hana í þér, sjá hvað þú ert sorgmættur það gerir mig ennþá sorgmættari og þannig tjúna ég minn nánast eins og maður sé að tjúna sig inn á bara svona útvarpsrás af því að þetta er bara sorgin er á einhverju bylgjulengd hún kannski fer svona svoleiðis að þetta eru svoleiðis aðferðir það er að segja hvernig skynja ég sorgina, hvernig get ég kallað hana hún er sönn og hún er raunveruleg og eina aðferðin er til dæmis að loka bara augunum og ímynda sér að herbergið sé allt fullt af sorg og spyrja sjálfan sig hvernig ferðast sorgin hefur hún eitthvað form, hefur hún eitthvað lit hefur hún eitthvað hreyfingu og segjum bara að það komi til þín að hún sé svona grá og svona líðandi og svona fari frekar hægt en svona smjúi niður þá leifur þessari mynd að spila á þig þú ert hljóðfærið og sorgin er bara að spila á þig og þú ert bara svona já, nánast eins og svona þögult vitni bara því sem er að gerast hvað er ég að upplifa? Ég er að upplifa svo mikla sorg, það er svo mikið sorg hérna inni ég er að skynja það ég syns að já, ég stilli mig inn á það kannski ekki valið gleði eða eitthvað annað jú, það er ekkert mála að velja gleði, þá er það bara sama bara glaður hægri handlegur, glaður vinstri þú veist, glaður axlir andlitið glatt og tungan en það er ekki mikla einbeitingu sérðu það komið gleði og ég sé gleðina í þér og þú sér gleðina í mér án og mikil sorg og já, við fórum ekki djúpt í þetta ég var svona daldið að útskýra þetta bara við vorum meira ekki ég liti ekki þannig að þau voru farnir inn í það ég var orðin klökkur þarna já, ok það er svo bara en þetta er allt spurningum hvernig sko þetta er allt bara orka þú veist já þú sem þetta er þannig að taka mót ykkur eða senda eitthvað frá þér og þú getur valið hvað þú sendir frá þér og jafnvel eiginlega líka hverju þetta taka móti sko svo náttúrulega bara einhverjir hlutir en þetta gengur vola mikið út á það að vera líka bara í núinu og leyfa hlutum að gerast og þú þurfir ekki að hafa upplifað
hlutina áður, þú þurfir ekki að þekkja þetta, þannig að þess vegna þetta leika allt mögulegt, hérna, glæpamenn og morðingja og allt svoleiðis og hérna, þú þarft einhvern veginn ekki að vera þú þarft einhvern veginn ekki að reyna að rembast eða finna einhvern veginn morðingjan í þér, skilur sem sagt já eitthvað þarf að deyja, það þarf að slátra ykkur, þú veist, og þá er það kannski bara einhver hreyfing, skilur eða Ertu með þetta fyrir utan leiklistina, bara eins og núna þegar þú varst að lýsa gleðinni og þú gerir svona smá svip og meðan ég var að tala og þú lést mig fara að hlæja og þá sagði hann, þetta kom gleðin frá þér, þú bjóst til smá gleði þarna þú þarft að vera með þetta umhverfið, það ekki, í þessu þú hlýtur í rauninni að vera það ósjálfrátt, fyrst þú ert að pæla svona mikið í þessu og þarna, þú veist, þú kallaði fram allt í einu bara hló ég og ég meina ég get alveg gert eitthvað fyndið til þess að fá einhvern til að hlæja en þetta var svo pínu lítil hreyfing sem hún gerður sko. Ég er bara að hugsa hvort þú sérst að gera þetta í daglegu lífi líka og þetta er bara tilfinningar sem þú vorst að tala Já, ég meina stundum ég er yfirleitt samt sko, ég nota þetta náttúrulega allt mest í vinnunni annarkot bara beint með henni að gera eða ef ég er að undirbóka hlutverk ég segi bara stundum þarf maður að undirbúa í smá tíma eins og hérna það var reyndar verkefni sem maður varð síðan ekki eða það verið allavega búið að fresta því núna einhver árin ég ætlaði fyrir 2 árum þá ætlaði ég að verða 30 ég er sko 55 ára og hérna svo að því að ég þurfti að vera það í myndinni sko þannig að ég þarf eiginlega svona dálítið eitthvað áskorun og ég fæ það sérst í gegnum hlutverkin ég fæ hlutverk og ég bara ok, hvernig sé ég hlutverkið og svo þarf ég að umbreyta sjálfum mér á einhvern hátt. Mér finnst þess að umbreytingin vera skemmtilegast í þessu. Þannig ég er að vinna öll hlutverk frá grunni. Ég er ekki bara alltaf hérna hlutverkið er ekki ég. Sko og þetta er annað sem sumir leikarar vinna með það. Þeir eru bara alltaf hvað myndi ég gera og ég myndi aldrei segja þetta. En ég líti ekki þannig á það. Ég horfi bara textan sem og ég bara já, hann tekur öðruvísi til orða heldur en ég og þá það af hverju skilurðu, og þá prófa ég það bara og hvernig líður mér síðan með því að fara með þessi orð sem eru svona öðruvísi heldur en mín eigin og þannig séð og ef að hlutverki krefst þess að til dæmis þetta að verða 20 árum yngri heldur en maður að þá maður að hugsa ok, hvað get ég gert og maður getur þetta gert ýmislegt líkamlega þú veist, farið í bara eitthvað svakalega rækt og reynda að gera allt svoleiðis og borða vel og maður googlar þetta og reynir að finna út úr þessu og svona og en síðan líka bara hvað get ég gert hvað er í minni tækni eða mínu verkfærabóksi sem ég get nota og þá var það með þetta að hreyfa sig unglega unglega hreyfingar og þá get ég verið að gera þetta kannski sko, þú veist, jafnvel dögum saman þú veist, bara þegar ég get í bílnum, þú veist, keyra bílinn unglega og eitthvað svona og svo byrja ég að fá svörun þegar ég kannski kemur á einhvern stað sem að ég þú veist, að vinna í eins og ég kom eins og inn í kvikmyndaskólan og þá var ég búin að vera að gera svona æfingar á leiðinni kem síðan á kennarastofu og þá segir henn hei, hvernig er að vera Þorsteinn Backman í dag og ég sé, hvað við nei, ég menna, bara eins og það var yngstum 10 ár og þá veit ég að það er eitthvað að gerast sko. Þá veit ég að eitthvað að byrja að koma önnur myndbirting af mér eða þessum líkama sem ég er í og þannig að það tölvöld mikið sem hægt er í rauninni að gera á þennan máta þannig að innstillingin hvernig þú stillir þig inn skiptir rosalega miklu máli það er því að við erum í rauninni bara þú veist svo mikið hugur og líkami það er svo nátengt þannig að hugsunin
skapar orku og í rauninni ef þú spyrir mig bara hvað er styrsta leiðin, það er bara, hugsun skapar orku og nú er viðtalið búið. en er það ekki eins og að vera svona unglegur, ég meina að það myndir nú teljast jákvætt, það var hrós að segja, bara eins og sést búin að yngjast 10 ár, akkur er það ekki alltaf bara, hreyfa sig eins og unglegur? Því þá var ég orðin 5 ára og ég vil ekkert vera 5 ára. Þú vildi bara yngjast Nei, ég segi svona, þetta eru bara grín, en nei, auðvitað, þú veist, öll eru nú einhver takmörk sett, skilur, en mér finnst allavega gaman að reyna, skilur, ég man til dæmis á þessu tímabili að setja ég mynd, það voru teknar myndir af mér og ég setti á Facebook og ég fékk frá nokkurum gömlum vinnum pappa að hvort að setja gamla myndaðir, skilur, þá hugsaði ég, ok, þetta er að virka, af því að þetta var bara, ég var búinn, þegar verkefnið var blásið á, þá var ég búinn að ná svona að mér fannst allavega svona 10 árum. Okay. Og svo átti ég alltaf eftir næstu 10 ár sem hefði örugglega verið mjög mikið brekka en þú veist, það er gaman að reyna við þetta, þannig að Gísli í Kötlu það er alltaf pínlítið þungur og þjakaður, þreyttur og þannig að það er kannski eðlilegt að þú veist, þetta setja eitthvað í líkamannum og með allt þetta mikla skegg og þú veist, og maður búin að vera heilan dag og annan dag og eitthvað og svo var bara líka heimurinn auðvitað allur dálítið dökkur og en mér finnst þetta samt sem að sjálfum, bara til þess að vera alveg hreinskilinn, þá líður mér bara dálítið eins og þegar maður skiptur föt og fyrir sturtu og er búinn. Já, það er bara farið. Já, bara þú veist, nú er ég allt annað maður, nú er ég bara ég, sko. Ok. Mér líður þannig, sko. Já. En eins og ég segi, já. En finnst þér eins og að þetta, bara það að horfa á eitthvað og jafnvel þó maður veit lítið leiklist og geta ekki greint hlutina svona á fræðilegri tungu, sko, að þú sérð samt ef eitthvað er vel leikið eða illa leikið, það er ekki svona nokkurn veginn, fólk getur allavega svona upplifað hvort að þið finnist eitthvað gott eða slæmt, hvað leiklist var þar. Er þetta hæfileiki eða er sumum þetta bara í blóði borið, bara svipað eins og með íþróttafólk, bara sumir eru með ákveðið forskot, bara líkamlega og tónlistafólk, bara sumir bara fæðast syngjandi, en leikarar er bara hægt að byrja frá núlli og vinna sig upp í hvað sem eða það maður að vera með svona ákveðið touch fyrir þessu. Já, ég hef unnið út frá því í rauninni allæfi að það geta allir leikið og ég byrjaði sem sagt sjálfur bara á loka árunum minni í Verslunarskólanum og Þú átt Helga Björns svolítið mikið að þakka þér. Já, hann kom þarna alveg sjóðheitur á þessum tíma, nýútskrifaður og náttúrulega heitur í grafík og þetta allt og var að gera svona rockuppfærslu af Rauðhetta Úlfinum og ég slísaði þarna inn á okkur æfingu og sem var svona meira bara fyrir okkur forvitnisakir, ég ætlaði bara að fá að horfa á eða eitthvað, en hann spurði hvort ég vildi leika Úlfin og ég gerði það og það einhvern veginn bara breytt alveg lífi mínu, sko, því að það var einmitt akkurat þessi umbreyting, ég var svo svakalega feiminn, sko, ég var bara var eiginlega svona hálf bæklaður af feimni, þanniglega sé, sko, allavega, átti mjög erfitt með að koma fram opinberlega, bara veist, ég hafði einu sinni reynt að standa upp í púlti og bara þakkaði Guði fyrir að það var sko lokað púlt, af því það bara hristist allt og á frumsýningunni í Rauðhöttu þá gubbaði ég sko eftir hver einstu sinni, fór alltaf fram og gubbaði og kom svo aftur inn og bara kvíði sko og eitthvað, fullkomnar árta veit ekki, óttið að vera dæmdur eða eitthvað, ég veit ekki, bara ég hef farið aldrei langan veg frá frá því að bara vera mjög feiminn og
og kannski til þess að geta þá allavega unni með það. En þú sóttist svona svolítið í, eins og þú varst í stjórn nemendafélagsins og formaði fjóruðubekkjaráðs og eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að þú virtist allavega og einmitt og sko síðan allavega kastar upp og ferð aftur inn á svið og kastar upp og ferð aftur inn á svið. Það eins og þú sért alltaf að reyna að hoppa onni í einhverja djúpa lög. Já, þetta var samt sem áður alveg það síðasta sem hefði dottið í hug. Ég var eitthvað að spá í lögfræði eða læknisfræði, áttaði mér reyndar á því að ég var sannlega fullseint í rassi gripið að fara í læknin af því að þá hefði maður þurft að fara í MR eða eitthvað. Ég er bara búin að klúðra því strax í verslun. Já, ég var eitthvað svona, og ég er like, hvernig hugsaði ég í þetta? Af því að mér fannst læknirinn liggja vel fyrir mér. Ég hafði alveg getað hugsað mér að vera læknir. Nei, en að ég ákvað þarna eftir þessa reynslu, sýningin var alveg svaka vinsæl, alveg 400 manns pluss á hver einstu sýningu, alveg fullt upp í rjáfur og þetta var eitthvað svona, þetta var eitthvað kikk, en aðalmáli var að það var þessi umbreyting. Ég náttúrulega fór í annan galla, þú veist, ég fekk ramaskítar, lokk í eyrað, þannig að ég fór frá því að vera einhver viss típa sko í skólanum og síðan bara vera eitthvað allt annar og það var eitthvað kikk í því, það var eitthvað svona heyrðu, þetta er alveg ég, þetta er eitthvað hliðað mér, þetta er eitthvað, þú veist, mér fannst þetta alveg rosalega og mér fannst þetta vera, það mikil opinberun fyrir mig að ég vildi bara læra þetta til þess að geta miðla þessu áfram til annara, mér fannst eitthvað neginn eins og bara allir heiminir þetta vita þessu það er mjög læga sko, svo lýsa fjölskylda mín flyttu til Bandaríkjanna og ég byrjaði eitthvað í leiklist þar, gekk mjög vel, fekk alveg frábæra dóma í blöðum, þar voru sem sagt nemendasýningarnar, þú veist, komu gagnrýnendur á þær og sliðs. Já, alveg. Já, og en við erum bara að tala leikhús, eða ekki? Nei, þetta var bara skóli, sko, þú veist, ég var í. Já, þetta er allt sem þetta, hvað segir maður, á sviði í rauninni. Já. Og en mér leittist alveg svakalega og ákvaða að fara sérst heim til Íslands, var með mikla heimþrá og læra þetta hér og sem ég gerði, kom heim og fór í leiklistaskóla Helga Skúlasonar, sem var frábær. Helgir sennilega besti kennari sem ég hef haft eða einn allra besti gegnum tíðina og hann er gömul svona kvikmynda heiti það líka, Hrafninn flýgur og já, alveg gömul kvikmynda heiti. Já, veit ekki út að það ekki plakati af Hrafninn flýgur, stór augu alveg uppglend. Eina sem ég þekki Hrafninn flýgur er þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur, já. En allavega þá segi öllum bara, ég sé að fara í leiklistaskólan og já, þú þarf nú ekki að komast inn annað fyrst og ég alveg, jú, ég bara er að vinna að því og ég er að fara inn, ég er að segja þetta alveg mjög ákveðin og svo bara gekk það einhvern veginn upp þannig að ég kláraði skólan og svo er ég svona þvælast einhvern veginn í þessu leikhúsi og gera hitt og þetta og eitthvað að leikstýra og alls konar og ég er svona hangið hann inni alveg lengin. Það er sannlega ekki fyrir árið 2005 sem ég ákvað, þá var ég búin að vera leikhússtjóri fyrir norðan í 2 ár og þá ákvað ég að setja kvikmyndagerð á oddinn og og það, mér var raunin alveg sama hvora megin við kamerunni ég væri, þannig að það var svona upphafið af því að ég fór að vera svona mikið í myndum sko. Fyrst var ég bara framleiða, ég var runner, fyrsta verkefni mitt var runner. Í alvörunni? Í kvikmynd, já. Hjá Átnála vinni mínum heitnum sem að dó nú fyrr á þessu ári og ég ringdi bara í hann og sagði hvort það mætti ekki hjálpa eitthvað til að hella upp á kaffi eða eitthvað og hann bara búið að ráði allt en ég einhvern veginn valdi mig inn á það að fá að gefa þeim kaffi, mista hvað stið og svo svo bara óksett einhvern veginn skref, eða þú veist skref fyrir skref, keypti mig bara góða strigaskó og fekk semst að vera runner og svo tók ég yfir tökustæðastjórn og svo bara 3 mánuði setna var ég farin að framleiða fyrir fyrirtækið en já, þetta er góð saga fyrir
kvikmyndanemendur. En það nefnilega, sko, mér finnst eitthvað svo sjálfsagt núna, leikari að fara í kvikmyndagerð, bara auðvitað, hvað annað var hann að gera, en þetta var náttúrulega mikið miðað út frá bara sviðslistum. Já. Og fyrir bara fólk sem undir 15 ára núna, það bara, þú veist, það hefur mögulega bara aldrei komið inn í leikhús. Nei, einmitt. Við sko, sínum tíma þegar ég var í leiklistaskólanum sem var 4 ára, þá þurftum við vorum fyrsti árgangurinn sem að fékk sem sagt einhvers konar kvikmyndafræðslu. Ég held að við fengum Óskar Jónasson, kvikmyndaleikstjóra í, hvað það var, vikuvinnu eða eitthvað slíks. En við þurftum líka, við vorum 3 árarinni að landa því, sko. Bara með því að bara, þetta er framtíðin, þetta er það sem er að gerast það. En við fengum það þó og hérna, það var gaman og byggum til einhverja steipu. En hann, já. Það var eitt sem þú sagðir með leikhúsin, hvort sem leikarar viðurkenna það eða ekki, þá fer þetta allt í einu að snúast að fela óttan og þykjast vera að njóta þess að vera á sviðinu. Þetta er svolítið þungt. Sagði ég þetta? Já. Hvenær? Þetta er haft eftir þér hérna. Þetta var eitthvað viðtal við þig. Lestu þetta fyrir maður. Hvort sem leikarar viðurkenna það ekki, þá fer þetta allt í einu að snúast að fela óttan og þykjast vera að njóta þess að vera á sviðinu. Sem leikari á sviði. Já, þetta er þetta er kannski ekki alveg algilt hérna en ég veit ekki alveg samhengi með þetta þarna, en í rauninni mín skoðan er svo að það sé að allir leikarar séu hræddir og hérna og mér finnst betra að gangast við óttanum og þannig þá get ég mest að hérna haft einhver tæki og tól til þess að frelsa mig undan honum óttinn kemur til manns í formi dómarans sem er ekki mjög gott að hafa þú veist ávaxlinni sem er alveg þetta er ekki nóg gott þegið núna Þorsteinn það var enginn að segja alltaf þú veist ég held að fólk þekki þetta og þú reynir einhvern veginn að íta þessi í burtu sko og reynir að fela þetta en kannski er einmitt betra að gera það ekki leyfa þessu bara vera og það er bara einhvern veginn já, ég er að tala hérna já, hann er að hlusta á mig og síðan er eitthvað annað fólk sem hlustar á þetta líka og kannski tengir eitthvað þannig að getur þú beðið aðeins núna með nú er ég að tala við dómaran getur þú beðið aðeins með dómarkuna bara farið fram, fáðu kaffi og hérna og við höldum áfram að tala listina því að svo er önnur rödd sem segir skilur, ég bara segja ef þú mætir alltaf og bara já, ekkert mál, ég er bara tilbúin það er þú ert ekki þar staðið fyrir bara ok hvað erum við að gera, hvað er hérna bara hlusta á þessar raddir, það er sem sagt já, ég hérna ég held að það sé ekki endilega gott að vera að hérna að reyna bara einhvern veginn að malbygga yfir óttan, þetta er bara hluti af því og ég myndi segja að það sé bara frekja við annað fólk og áhorfendur að vera ekki kannski pínlítið nervus eða svoleiðis þú veist, þá er þér alveg sama já, skiptir ekki máli nei, og mér finnst leikari eða performera hvaða tegund sem er sko sem er bara fullur af sjálfum sér og nein, sko sjálfströðs getur verið alveg mjög hérna heillandi og er alveg nauðsynlegt og það kemur alveg bara með því að þú veist hvað þú ert að gera og hefur gaman að því þá er það yfirleitt nóg sko en svo er eitthvað sem getur líka verið þannig ef að þú sem sagt, afneitar óttanum og ferði einhvern veginn yfir það þá getur verið svona hvað að segja, fullur af sjálfum þér þú sem sagt þú hérna ég veit ekki hvað það að fatta hvaða típu ég er að tala en svona, já, svona full of themselves jú, algjörlega þú veist, hérna og það verður stundum ekkert áhugavert heldur sko, svona já, ok
þessi var góð með sig sko. Einmitt. En En það virðist einhvern veginn vera ég hef einhvern veginn ekki áhuga samt sko, þetta bara þú veist, það vantar einhverja jartengingu eða eitthvað. Já. Og kannski það jartengingin, þú veist, að já, vera bara ekki alveg sama. En þú getur þá annarkvort svona farið þarna upp með óttanum og bara verið fullur á sjálfum þér, eða leyft óttanum bara að draga þig líka niður. En þú ert að tala um einhvern svona millivega, bara, herru, óttin þarna, hann bara, ok, það gagnrýnisraddir innan með mér og bara það vil enginn heyra neitt sem ég er að segja. Nei, fyrst snýjum mér að óttanum og svo seti hann meira aftur fyrir mig, eða til hliðar og beini sem sagt huganum og viljanum að einhverju sem að er hvað að segja stærra og meira heldur en ég sjálfur því að dómarinn hann er að reyna að verja, þú veist, ekki verið að gera það fíbli, ekki þú veist fólk áttur að hlæja þér eða gera eitthvað eða þú veist, þetta verður þetta síðasta hlutverk að gera þetta svona eða eitthvað annað og það er fínt, takk fyrir það, þú ert að reyna að verja mig, ég skil það, þú veist þetta er eitthvað sem við þróum bara með okkur held ég í lífinu en svo er eitthvað, það er eitthvað önnur rödd þarna líka og það er jafnvel eitthvað sem að þú getur við getum kallað bara herra sjálf eða æðra sjálf eða eitthvað sem að þú getur orðið farvegur fyrir. Það er að segja ef að maður er tvennt að velja, annarkvæmt þjónar maður sem sagt sjálfum sér í verkefninu, reynir að koma geðuð flott út þannig að maður vinna öll velunin og einhvern veginn og svona en það er takmarkað í sjálfu sér. Hins vegar ef þú þjónar einhverju starra og meira heldur en þínu þrönga egói að þá getur orðið farvegur fyrir eitthvað sem sagt kemur í gegnum því og það er kannski sá andi sem að maður biðla til. Þetta er kallað allt mögulegt, listamenn hafa kallað þetta sköpunargáfuna, listamannin í sér á enskur alls konar orð, creative individuality, higher self já, að fá andan yfir sig, að leika eins og andinn blæs og eitthvað og þá þessi nálgun sem ég nota, hún gengur mjög mikið út á þetta í rauninni algjörlega og eingöngu. Það er að segja markmiðið er að performancein geti verið inspireraður. Það er að segja að þú leikur með andagift. Þannig að þú leikur eins og andinn blæst þér í brjóst. Getur ekki verið erfitt að finna þennan anda stundum? Kannski smá þjálfun, ég veit það ekki. Þú kannski þarft að greina einmitt á milli. Hver er að tala? Er óttinn að tala? Já, þarf það ekki líka að setja upp aðstæður þar sem að þú bara svona fær kannski smá rými til þess að koma þér inn í þennan hugsunargang áður en að ítt á rekk eða áður en að þú stígur á svið eða þess aftar? Nei, þetta er ekki flókið sko. Nei, ok. Þetta er nefnilega ekki flókið. Þetta er miklu meira eins og bara sko eins og börn þekkja þetta mjög vel og þau geta leikið sér, þau geta farið inn í leik og leikurinn er 100% sannur og það skiptir ekki máli hvort maður er með, þú veist, Macintosh-stóll á hausnum eða enga, þú veist, ef þú ert með kórunu og þú trúir í þú sem með kórunu á hausnum og sverð sem er kannski bara eitthvað, þú veist, rör á byggingasvæðinu og þú ert bara alveg og þú sérð myndir, þú veist, það þekkja þetta allir, eða við eigum að muna allavega eftir þessu frá barneskunni. Ég á börn, yngsta mín er 5 ára, 6 ára, 9 árin og svo ég sé þetta alveg hvernig þau bara koma inn úr dyrunum og bara á sko á sekundubroti að þá er búin að breyta sér í hafmeyju. Skilur, hún sér eitthvað og
og þá fer hún hérna inn í þann heim og þetta er það sem að þetta gengur út á sko. Það er að segja það sem þú þarft þá þú þarft auðvitað dálítið æðruleysi dálítið mikið og þú ert að segja bara, þú ert að treysta rosalega mikið að það sem kemur til þín, það er rétt og þannig að nú ef það er ekki rétt þá er kannski einhver annar sem bendir þér að ráða og en mín reynsla er samt sem áður og það sem að mér dettur í hug og ef ég fylgi því, ef ég tek það ef ég stoppa það eins og þá fer allt í og ég kem út myndavélin sér bara mann sem er efast en ef ég efast ekki og bara tek tek bara myndirna sem er að koma til mín og þarna og trúi þeim eða sem sagt lifi bara í þeim heimi að þá þá er yfirleitt allt gott og þá yfirleitt eru viðbröðin bara frábært við þurfum að gera aftur bara fókusvandamál eitthvað, skilur en svo leys að já sko þannig lít ég á tæknina, leiktæknina að hún er bara þetta er bara alveg eins og leikur bassins börn geta verið að leika sér þau eru á sjórningaskipi það er hákall og það er þetta og heitt og alls konar og eitthvað fullt í gangi og óveður og fallbyssukúlur og allt bara í gangi og það er allir einhvern veginn inn í þessu og síðan er kallað matur nei, við erum að leika og þau eru að halda sig ennþá inn í heiminum sko, við erum að leika bara eftir smástund leið okkur að ræðis leikur já, allt í lagi 5 minútur back in the game, skilurðu og það er engin að efast, það er engin sem að notar þennan tíma og segir heyrðu, krakkar, erum við örugglega að gera þetta rétt erum við að leika okkur rétt skilurðu, en sem fullorðið fólk, þá gerum við þetta býtu, var þetta alveg rétt ég get ekki trúa því að þú sért kongur ef að þú ætlar að standa svona, ætlar að gera þetta svona, skilur bara gera þetta ekki að við fullorðið fólk gerum þetta Heldur þú þetta ekki smá heppin bara út af þetta hljómar eins og eitthvað sem kannski svona bara er í eðli manns að gera, að bara fara yfir í eitthvað svona flæði en fólk sem, ég meina bara til þess að taka einhverja stereotypu, vinnur í banka eða þess áttar, það kannski fær ekki alveg svigrúmið frá degi til dags til þess að fara inn í þessar pælingar eins og þú ert að tala Jú, ég meina, þú veist en þetta er auðvitað smá æfing, þetta er mjög mikil æfing fyrir mig, mjög mikil, ég er rosalega mikið upp í hausnum og með þessa kvöl í rauninni að allt þurfa að vera fullkomið og þurfa að vera rétt og það er rosalega mikið helsi fyrir sköpununa þeir gengur mun betur að skapa þegar að hugurinn er ekki að trufla þig þegar hún er bara að vera í mómentinu þetta bara vita allir listamenn og þess vegna er þetta oft talað að listamaðurinn sækir í barnið í sér og já, það hefur alveg gerst hjá mér líka en það getur hver sem er gert þetta og nýtt sér þessar aðferðir eða þessar tækni inn í þennan töfraheim við raunin að veru fyrsta skref er þá kannski átt að sjá því bara sko hvað hefur gerst frá því ég var barn og þá getur hún fullorðin og er einhvern veginn mér finnst ég vera heftari mér finnst ég einhvern veginn ekki vera eins frjáls eins og ég var og bældari og jafnvel leiðari og þreyttari og svo framvegis og þá er það bara þessir lyklar sem ég er að nefna að þeir ganga út á að frelsa bara talentið sem er þarna og hann býr ekki í sömum bara okkur öllum ég er alveg á því sko þannig að þetta getur verið mislangt í það en já ég er ennþá á því að það geti allir en þú veist
auðvitað eru fólk þannilega sé talenterað þegar það kemur á hérna og sumir sem eru að leika í fyrsta skipti til dæmis eins og ég nefni Guðrún Ýr í Kötlu, hún náttúrulega stórkostlegu listamaður í grunninn og hérna þannig að þess vegna verður þetta allt miklu aðgengilegra hérna fyrir henni og hún hefur reynslaði að koma fram fyrir fólk þannig að hún fer ekki alveg á taugum, hún kann að vinna með þetta sem ég hef búin að vera að tala dómarann og svo leiðis. En það sem hérna kannski fyrsta skrefið fyrir fólk ef við tala bara svona hérna ég veit ekki alveg nákvæmlega við sjáum fyrir eitthvað kannski þess stereotypisku mynd hérna eitthvað þreyttur maður á skrifstofu og hérna sem í 9-5 vinnu og alveg að drepast á leiðendum og hefur samt sem áður eitthvað neista, eitthvað þörf. Þá kannski fyrst að gera sig grein fyrir því að við höfum öll þennan sköpunarmátt og hann er svo rosalega mikill og stórfenglegur að við höfum lært að hræðast hann eða óttast hann, sko, að þú veist, ég vil að skammast okkar fyrir hann. Hræðast hann eða skammast okkar fyrir hann. Sköpunarmáttin. Og síðan bara framlengja það við að finnast annað að vera asnalegt og hvað hann að gera og þetta var lélegt og svona þórðargleði. Við erum búin að minka okkur niður. Alveg bara niður í þetta, ég ætla ekki að taka neina síðan að þetta gerir þetta allt rétt og hérna það er vissan átt sorglegt sko en það er svona þannig lítið á það. Varst þú á þeirri braut þegar þú varst að tala um svona fullkomnur áróttu og þess áttar og vil ekki gera sér fíbli þegar þú ert þarna að byrja að leika, hefði getað stemt í það að þú hérna ferði í öfu átt, að þú bara minkaði niður þarna og endar sem læknir eða lögfræðingur sem vill ekki koma neinum frá sér. Ég held ég hef alltaf verið skemmtilegur læknir eða lögfræðingur en ég veit það ekki. Svo þetta bara allt mögulegt. Ég hef verið heppinn í lífinu, maður er heilbrigður og falleg börn og góða konu og góða fjölskyldu og þannig að þú veist fólk kannski hefur líka maður líka bara passa sig að dæmi ekki neitt, fólk hefur orðið fyrir alls konar áföllum og það er kannski alls konar ástæði fyrir því að fólk hefur lokast af en ég er alveg kláraði að það er hægt að frelsa hvað ég var að segja og kalla þetta talent bara að frelsa sköpunar gleðina og gáfuna sem að býr innra með okkur, frelsa leikinn að frelsa barnið og það er það sem þetta gengur út á og leika bara í fullu trausti og treysta í það sem maður er að gera rétt. Talar að hefði verið skemmtilegur læknir, hvernig samt, ég meina þú líka notið mikill velgengni bara sem grínleikari bara í skaupinu og þess aftar. Hvernig svona horfirðu á gamanleik á móti einhverju kannski svona þingra eins og tala Gísla, hann er svona svolítið þjakaður og bara þungt og erfitt og langar líka svona bara byrjandi út að ég var að ræða þetta við hann Latta og hann var að tala um hvað var lítil virðing borin fyrir gamanleikurunum meðan við dramaleikaran. Ég meina bara vera fyndinn og bjáni og kjánalegur, það er eitthvað sem allir geti gert en að fella tár fyrir fram að mynda það krefst talent það kemur reynslan. Já, þetta er bara mér finnst þetta eiginlega bara svona dálítið að sama sko í komedíunni þá er svona gamanleiknum þá er oft meiri hraði og þú kannski góðir gamanleikarar hafa tilfinningu fyrir að láta hlutina vera dálítið þétta og áfram og mikil orka og versus dramaleikararnir þyngja og gera þetta alvarlegra, léttara sko, og hraðara en með þögn á einhverjum stöðum
sem bara eitthvað tilfinning og þú getur reyndar alveg svona nokkuð neginn reiknað út og þú veist ákveða hvar þetta á að pönsa eða þannig sko, hvar það á að hvar þú einhvern veginn rennir brandaranum í hlað skilur eða svoleiðis og og það kannski eitthvað tilfinning sem að þú bara með því að við veit ekki hvernig góður gamanleikarar finna þetta út en já, hann segja bara tilfinning fyrir góðum tæmingum og og dálítið vald á hraða og verður dálítið já, orkumikill og svona léttur sko, það svona mér finnst það svona einkenni á gamanleikarum og síðan draga ofta eitthvað eitt svona persónueinkenni dálítið sterkt fram og þannig að við þekkjum það alveg nákvæmlega leið og við sjáum það þannig að þeir nýta dálítið vel sem sagt sko hvert einasta tækifæri til þess einmitt að svo bara alla mismunandi tegundir af húmor en fyrir mér er í rauninni bara sama aðferð það er algjörlega sama aðferð og það er þú veist, maður situr í bíl í þú veist, skaupinu og að bíða eftir að byrja og maður byrja bara ok, ég sett niður fyrir mér þessi karakter í þessum skets hann pirraður ok, og ég kannski tala við leikstjórinn og segja, hann aldrei pirraður já, hann alveg verulega pirraður ok, verulega pirraður og það byrja maður bara veist, finna pirringin einhvern veginn í líkamannum og finna hann alveg niður í tær og í tennurnar og í kjálkan og í augun og þú veist finna síðan bara pirringin og svona sjá hvað þú pirraður líka og svo kemur eitthvað fólk út í Seðlabankanum og að fylgjast með tökum og hvað þau að skipta sér af og allan tíman maður að bíða og sér að það verið að stilla upp og maður heyrir alveg já, rúlar hljóðrúlar hvaða voðal þau lengi að þessu svo leikonin við liðan hún eitthvað ertu tilbúin hvað þú að skipta þér skilur, þannig að ég í rauninni í svona aktífri meditasjón sko og svo kemur og þú átt að koma með línuna þegar þetta kemur já, ég veit það ég er að koma mér á stað og svo kemur hjólreiðamaðurinn og flautan á hann skilur, þá kemur það bara þú veist, eins og það kemur af því að þú ert bara búin að tjúna þig inn á pirring getur ekki fengið bíl eins og aðra skilur, þannig að veist það kemur það bara úr því sko, því sem þannig að það er satt og og svo færði viðbröðu þetta frá leikstjórn þetta var geggjað eitthvað, þú veist og bara, já, þetta ekki bara máli jú, bara one take en það er samt eitthvað við þig veistu, þegar ég hugsa þig þú ert náttúrulega búin að vera í sko Gísli í Köllu og Móri í Vonarstræti þetta eru þung hlutur, getur ekki alveg verið saman já. Bara bara þung ef ég nota það lýsingar en mér finnst eitthvað svona þegar ég hugsa talandaðinn, röddina heyri ég einhvern veginn, ég svona smá eins og með Pétur Jóhann að maður bara svona sér hann og það er bara eitthvað að finna að maður bara svona, maður er til í að hlæja já, ég hef alveg heyrt þetta sko og og ég hitt átt fólk sem segir maður það bara að horfa á þig og maður að hlæja og eitthvað svona ég veit ekki, það er kannski, já ég held að það sé léttleikinn sko þegar maður er þar einhvern veginn eins og ég segi, þetta er allt spurningum bara orku, ég meina við erum búin að tala alltaf þungu dramatísk orkuna og hún auðvitað leita svona meira niður á við sko, allt er þetta hreyfing bara það er eina sem það er bara allt bylgjur og agnir allt sem þú og ég og allt, það er bara eitthvað bylgjur og agnir á hreyfingu svo lýsa ef það er létt þá leitar það yfirleitt upp þannig að jákvæðar hugsanir það er leita upp, við leitum upp og horfum upp í heiminin neikvæðar hugsanir draga okkur niður og við erum niðurdregin þunglindur svo getum við verið upprifin skilurðu eða við rífum okkur niður skilurðu og opin
eða lokuð, skilur, þetta bara hvar erum við? Og ég held sammála Ladda, góður gamanleikari, að þú ert búin að mastera það, þá er þetta aldrei búin að mastera allt. Ég bara er alveg á því. Þú veist, þannig að eins og Laddi hefur sýnt, þú veist, eins og bara í fullt af hlutverkum. Ég er það fyrir mín síðast og ég er að fara með honum aftur í hausti, eitthvað sem heitir held í brúðkaupið mitt. Hann er bara frábær þú veist, ég er bara jafnvígur. Það er bara, þetta er alltaf sama, en bara öðruvísi. Eru hugsanirnar að fljóta upp eða er það fallandi eða er það að í balans svoleiðis að og í rauninni getur verið gott að hafa valda á hvoru tveggja en þess að ég meina það er hvað að segja léttar og þungar hugsanir í hverjum ein okkar þetta jafnvægi milli góðs og íls neikvætt, jákvætt sama hvað við reynum alltaf að vera jákvætt að svo kemur eitthvað neikvætt og þá getum við farið alveg niður og svoleiðis að ég held að þetta sé bara að stakka þetta, hafa aðganga þessu, toga þetta í báðar áttir og það er aðferð sem að mér finnst oft góð, eins og þú talar að gráta. Ég notaði fyrst þessa aðferð með ömmu mínar sem var og blessus í minning hennar og mér fannst, ég fór í gegnum þetta, mér fannst ég ofnotaði þetta og svo ég sóttist í aðra aðferð og svo fann ég þessa nálgun Mikael Tjekov og þá fór ég að spyrja mig, hvernig gerir hann þetta? Og það sem hann var að vinna með síðustu árin hann dó, bara og er efni sem kemur út eftir hann deyr, er að hann segir akkurat þetta. Þú getur tekið til dæmis eins og hjarta, þú ímyndaðir og sért með hjarta, svo er bara alveg eins og hjarta, bara, þú veist, með annan líkama, getur kallaði hvað sem er, bara sállíkama, skulum kalla það og þessi sállíkami hann er bara, núna er þeir saman en nú getur látið hjartað byrja að leita sem sett upp á við það er að fara eins og það sé að fara sko upp og út úr þér og svo allt í einu það byrjar að falla og það er eins og sé tókað í það og það er einhvern veginn eins og það er jafnvel eins og sé snúið svona eitthvað og það er eitthvað sem það dregur það niður og þetta er bara tilfinning sem og svo getur þú stoppað þetta er bara svo krani ég hef getað að fara lengra en ég stoppa balansa svo getur ég fara aftur tilbaka og svo get ég jafnvel látið að fara og hleypti upp og út og núna er það að fljóta bara upp á því skilurðu og þá gefur það mér aðra tilfinningu skilurðu og þetta getur maður haft aðgang að þú veist og notað og þá þetta getur verið svo praktist þannig að sko ég get valið það í miðri senu hvenær á ég að skrúfa frá skilurðu þetta er bara eins og skrúfa frá krana þannig ég þarf ekki þennan tíma sem að þú varst kannski að spyrja fyrir í viðtalinu þarf ekki tíma til þess að undirbúa þig ég get svaraði þannig, ég þarf minni og minni tíma eftir þess að ég þekki þess að hljóðfæri mitt betur og þennan sállíkama að þá fer ég bara með ég leyfi mér að fara með honum þannig að þetta verður nánast svona eins og hvað á að kalla þetta svona virk hugleiðsla
Já, þetta hlýtur að vera hugleysla, það bara getur ekki hana Nei, þú ætti að vera mjög svona meðvitaður Já, og ég meina já ég er 100% meðvitaður, mér gengur best þegar ég er 100% meðvitaður Sagt, og það sem er best við það því ég hef gert tilraunir fyrir frá myndaðalina og svoleiðis, ég get sem sagt ég get farið inn í þetta aftur og aftur því ég man hvað ég var að gera svona andlega ef ég get orðað það þannig hvaða lyklar, hvað ég var að ímynda mér segjum bara ég fór inn í senu og ég ákvaða að það þyrfti að vera einhver örvending í loftinu og þá bara bjó ég til kannski mynd af örvendingunni ég sagði, örvendingin, hvernig það er örvendinga, rosalega örvendingan og allt í einu sé ég fyrir mér eitthvað svona svartar klær sem ætla að koma og læsa sér í mig eða koma hérna aftan að mér eða eitthvað og það er eitthvað svona rautt og svart og eitthvað og skilur þau hvað og ég svo er ég bara með einhvern texta og svo en læt myndin að spila bara á mig og svo get ég svo bara leið myndin fer þá er hún farin og þá kemur einhver annar mynd kannski gul sól eitthvað, þú veist og svo getur valið hvar, þú veist, ég getur verið með gula sól í brjóstinu eða í enninu. Munur það á? Skilur, það munur það á. Eða ég getur verið með kalda nál í nefinu menn ég er að tala við þig. Skilur þau? En hvað með svona... Það breytir mér. Eða ég er með trékjálka að tala við þig. Skilur þau? Það sem ég er að vinna með, það kemur yfir með svona óáþreifanlegum leiðum. Það er að segja en það hjálpa mér rosalega það að nota ímyndunaraflið svona mikið það setur dómaran aftar, hann kemst ekki að þannig að hugurinn er upptekinn við eitthvað annað heldur en að dæma einmitt þannig að en tilfinningar sem að eru kannski óvelkomnar á einhverju stundu, segjum bara til dæmis að þú væri mjög stressað fyrir þessu viðtali og ert að labba hérna inn og þú bara, þér líður á einhvern máta og það er einhver svona örvænting og það er mikill hraði eða ekki þessar ímynduðu klær eða sól eða eitthvað jákvætt eða neikvætt hvað nú er þú ert að upplifa eitthvað og veist ekki af hverju mögulega bara stress eða kvíði eða bara eitthvað gleði getur þú notað þetta, tengist þetta eitthvað tilfinningum sem þú ert ekki að reyna að kalla fram skilur hvert þér að fara eitthvað sem mæti bara, eitthvað eðlilegt eins og það bara vera smá stressaði fyrir ykkur eða bara gleðjast eða eitthvað svoleiðis greinir alveg þarna á milli, hvað vart að búa til og hvað bara framkallast út af aðstæðum í lífum? Já, já, þess að ég segi menn svona í daglegu lífi að þá reynir maður aldrei að vera maður sjálfu bara, þú veist hvað að segja hvað sem það nú er og er svona lítið að spá í því og ég læt mig dálítið í friði ég er ekki eitthvað þú veist já, að refsa mér eitthvað rosalega mikið eitthvað, ég hefði þurft að vakna aðeins fyrr og vera betur upplæður og vera búin að fara út að hlaupa og eitthvað og vera alveg ég er að fara í viðtal við mann sem er með, þú veist, eitthvað stærsta podcast á Íslandi og eitthvað stressa mig einhvern veginn upp á þennan hátt, sko. Ef ég hef svo gerði það og detti þá grifið, sem maður bara getur alveg gert, og að þá finnum maður fyrir stressið, og talar stressið, það er líka andstæðingur sköpunarinnar, bara, þannig að þá veit ég eftir því sem ég stressaði þegar ég stífar ég þegar minni möguleika hef ég að fara í allar mögulegar áttir það er að segja þegar ég stressaður og stífur og þú segir ég gerði þetta bara miklu hægar og þetta bara alveg rólegur já, þetta er mjög rólegt mér finnst það að því að á þessu tíma líka með svo stífur að hann kemst bara ekki svoleiðis að best er að vinna út frá í rauninni núllpunktinum
það er að segja hérna mestu sem sagt slökun og það er ekki sama að vera sofandi heldur bara líkaminn er í jafnvægi hérna hann er balanseraður og hann er svona núllstiltur þannig að frá núllinu kemst upp í 10, 11, 15 jafnvel í -15 eða eitthvað annað En þú reynir að koma bara í svona nokkuð miklu jafnvægi og hérna lignan sjó Já, ég vinn út frá hérna út frá sem sagt slökun já. Þannig að já, svona í gegnum tíðina þá maður ég er búin að stúdera þetta aldrei jóga og hérna hann er svona hérna vinn með það og eins öndunar æfingar og heitt á þetta þannig og þú veist ég kann ýmsar slökunar aðferðir og ég vinn mikið með andadrátt mér finnst hérna mér finnst oft ganga best þegar ég hvíli í öndun og hlustun og eftirtekt í töku þannig að ef ég er að einbeita mér að því ef ég set hugan á okkar þrennt annað heldur en að dæma sem þess að sjálfa mig sem enn og aftur er höfuðandstæðingurinn þá er ég eiginlega alveg garanterar með það að vera í núinu vera hér og nú og þetta hér og nú er bara, það er alltaf satt það er þegar hugurinn er annað á undan eða eftir, hvað er að koma næst hérna, og ég ekki að vera fær þetta ekki að vera búið eða þú veist hérna, hvað ætlar hann að spyrja mig næst þessi hugur sem er á undan hérna, eða er á eftir býtu, var þetta nógu gott, var þetta rétt sem ég sagði hann áðan með hann ef ég er hér og þú ert að hafa samskiptið við mig þá, skilur já, ég hérna kalla þetta nullpunktinn bara og eflust margir sem það geta bara sem núvitund eða álíka ekki búið að nefna þetta ansi margt en mér finnst þú svona, þegar þú talar um þetta finnst mér þetta svo rökrétt upp á bara leikara samhengi en síðan bara kemur þetta líka fram hérna þú veist að þú viljir ekki vera einmitt bara eins og í þessu viðtali ekki að þetta skiptiði það miklu máli en að við getum allan að tala saman og þú sést ekki svona stressaður yfir hvað kemur næst eða hérna, hvað var ég að segja þarna áðan eða þess að og þarna kannski finnst mér eins og ég heyrði leikar að segja sko að það væri heilbrigt fyrir alla að fara í gegnum leikaranám bara læra inn á sjálfan sig og mér finnst það, allt þetta sem þú ert að segja ef fólk sér ekki í gegnum það að þú sést að tala eitthvað í tengslum við senur þá sér það vantarlega eða að leika fyrir framann myndavél sem er að taka upp að þetta er eitthvað sem nýtist þér í daglegu lífi bara að þekkja inn á þig og svona þessi meðvitund Má ekki alveg segja það? Jú var eitthvað spurning í þessu? Nei, já, bara þetta er svo já. En mér langar að hins vegar að spyrja þig hérna Netflix og svona og það vorum að tala um að þú fórst yfir í kvikmyndagerð ákvæmst einbeitar að því sem var örugglega bara gott skref í tengslum við leiklistaferil einhvers árið 2005 Hvað hefur Netflix gert fyrir leikarastjættina? Allt í hennu eru íslenski leikarar að fá hlutverk í Netflix myndum og hjá öðrum streymisveitum þetta landslega að breytast mikið? Já, raunin alveg ótrúlega finnst mér sko við vorum þegar við vorum útskrifast þá var að byrja að koma eitthvað sem hétt headshot sko, það var rosalega mikið atriði að vera með ljósmynd af sig sem að væri svona gott headshot sko í dag er þetta þannig að þú fær kannski símdælum að hvað þú getur gert self-tape og farið senda senu og þú ætti að skilinni eftir sko stundum nokkra klukkutíma og ég vildi alltaf innan sólarhrings. Þú ætti kannski sena upp á 3-4 mínútur. Þú þarft að fá eitthvað til þess að leika senuna með þér, fara yfir hana, æfa hana, taka hana upp, klippa hana kannski, þú veist, ef það er eitthvað svona. Og þetta er nýja headshotið. Svo sendur þetta út, svo kannski gerist ekki neitt.
Þetta náttúrulega bara nýja headsetið út af því að það veit allir sem ætla að vera í leikaragerunum, þeir eiga líklega snjallsíma, geta tekið upp, þeir eiga hvítan vegg, geta græða þetta. Þróast þið ekki samt út í það að ég meina, hvernig er það fyrir þig? Ert þú með eitthvað aðstöðu, ert þú með eitthvað lýsingu til þess að láta það líta vel út, getur þú dreigið mismunandi bakgrunna? Ég er ekki sérstaklega góður í þessu, ég er búin að vera samt að reyna að bæta mig og þannig að ég tók sko svona kúrs, online kúrs í þessu og lærði ýmislegt af því. Skiptir alveg máli hvaða, vingill er og þú þarft að kompressa þetta á okkur vissan hátt þannig að þetta stoppi ekki eitthvað staðar ef leikstjórinn er í tökum þar sem að það er lélegt net eða eitthvað og það sé ekki alltaf stórfæll og alls konar bara, fullt af hlutum sem að það getur líka verið gott að vera með mikrofón, skera bara hér og vera með mikrofón og miklu betra sound og kemur ekki svona rúmtónn. Það getur verið gott að vera með bakgrunn sem er kannski aðeins grárri. Þú fórst að læra bara þessi tæknilegu atriði? Já, fór að læra þessi tæknilegu atriði, þannig að ég skilaði mér einni pröfu síðustu viku og hún var alveg þokkaleg sko. Svo rann að mál hvort maður farið þetta eða ekki. Ég hef ekki sótt þetta neitt mjög stíft sko. Ég er ekki með umboðsmann sem sagt erlendis. Það er reyndar eitt svona eitthvað talent agency Írlandi sem er svona með mig á skrá en einhvern veginn ekki beinlínis umboðsmannska. Ég er nýkominn með umboðsmann á Íslandi sem heitir María Hrund og ég í rauninni þegar að það er ekki svo langt síðan, svona 7 ár síðan, já. Það sé ekki það leyti sem að þegar vonastrætt er að koma út, þá er mér sagt að ég eigi að fá mér umboðsmann bara beggja vegna Atlasafsins og þetta sé bara að vera með þetta tilbúið, að vera með sjóríl og sjóríl er sem sagt svona klipptar senur af eitthvað sem þú hefur gert. Já, bara svona samantekt. Já, og og ég er á kvikmyndahátíð í Toronto og kem heim og þá sem kona mín ólétt og þá segi ég var að velta þessu nefnilega fyrir mér og ég er þannig að ég segi, wow, ok ef ég ætla að fara að spila í þessari deild sko, þá bara vil ég fara alla leið sko og ég veit alveg að það var sumi gert í stundum máli, ég valdi bara að þetta var 4. og síðasta barnið og ég myndi ekki vilja missa fyrstu 3 árunum, vera einhvers staðar erlendis eitthvað, þannig ég sótti þetta bara ekkert og nú er hún orðin 6 ára og allt svoleiðis en ég er bara orðin svo heimakær og ef ég væri yngri, bara alveg sannleika sagt, þá væri ég bara í London eða einhvers staðar í Bandaríkjunum eða eitthvað og tala ekki að maður var einn og óbundinn og ekki með fjölskyldu og eitthvað. En þetta var bara ekki landslagi þegar að ég var að útskrifast. Nei. Okkur dreymdi ekki þetta. Ég eins og fagnaði mjög að það eru nokkru góði vinir mínir, Ólafur Darri, Guðmundur Ingi, Jói G, þeir eru nokkur og Hera Hilmars og fleiri, bara fullt af leikurum. Ég sé alveg bara örgla og vel á annan tug sem að bara eru nánast bara meira og minna erlendis núna. Já. Og ég veit, það var einn þeirra sem sagði mér að fyrsta árið hafa hann sendt út 300 pröfur og alltaf fengi nei. Þangað til pröfa 301, lítið hlutverk, en svo kom aðeins starra næst og svo aðeins starra. Þannig að 300, það er rosalega. Það er rosalega, því að þetta er mikið vinna að gera þetta sko. Já, 300 senur sem þú ert að læra og setja það inn í. Já, og svo er þetta bara, þú veist, svo er þetta þetta er allt umstangið, allar myndatökurnar, allt publicitetið og allt þetta. Mér finnst skemmtilegast að skapa, að búa til, að vinna vinnuna, að vera á settinu og gera þetta. Að koma mér þangað, ég hef
ekki smíkin á því miður. En hvað gerir Þorsteinn Bachmann þegar hann er ekki að leika? Hvað gera leikara þegar þeir eru ekki að leika? Reyna hérna mér finnst gaman að fara að veiða til dæmis, það er svona tekur hugan minn alveg frá öllu, einmitt að því að maður er akkurat bara að skilur, gera eitthvað annað heldur en að pæla í þessu eða þá bara að gera eitthvað heima, þú veist hella sér út í eitthvað, mála eða laga til eða gera eitthvað, þú veist. Það var ekki svolítið að vera með fjölskyldunni eða eitthvað annað, bara gera eitthvað annað, sko. Þegar leikara bara starfið er svolítið on-off, eða ekki? Tökudagarnir eru langir og ég veit ekki hvað, það er náttúrulega þannig fyrir tökuliðið, en ég veit ekki hvernig það er fyrir leikarana, en hérna, og þetta kemur í svona svolítið törnum. Já. Það er bara svona svo að fara á sjóin og koma sér inn í land. Ég verð samt að játa að ég er með þetta á heilanum, sko, þannig að hérna, ég á að vera alveg hreinskilinn. Ég er með, sko, leiklistabækur á náttborðinu, þannig að ég veit að það er aldrei svona, þannig að skrítið, en það sem hangir þar á spýtun er að ég er í kennaranámi sem sagt einmitt í þessari Mikhail Chekhov nálgun og ég er búin að fara 2 sumur til Bandaríkjanna og árunni bara 1 skipti eftir þá fæ ég svona diplóma og það gerir svo sem ekkert fyrir mig menna að hérna en mér langar samt einhvern veginn bara fyrir mig að klára það og þetta er búið að gefa mér mjög mikið og ég hérna mjög fegin að ég stóð frammi fyrir því að eiga sem sagt miða á Ísland-Argentína og flug og hótel og hérna valdi að milli þess eða fara sem sagt og byrja í þessu kennaranámi og ég valdi hérna listina umfram og ég sé ekkert eftir því en það var svona dálítið fórn og hérna eiginlega hérna ferðan einhvern veginn fyrir vini minn líka hún einhvern veginn datt bara upp fyrir og verður svona dálítið þétt grúpa og stundum ef eitt kemst ekki þá fer enginn þannig að hérna sorry guys en hérna ég bara hef fylgt þessu rosalega vel eftir sem að hérna ég talaði hérna áðan var að þetta er eiginlega köllun að kenna sko þannig að já, að kenna leiklistina já, það sem ég er farin að gera já, þetta er þessi kennaranám sem ég er í raun og veru og það sem ég er farin að gera meira núna ég er búin að halda alveg fjöldanámskeið með öllum hópnámskeiðum sem ég og öllu sem ég hef haldið 10.000 manns eða eitthvað sko. Wow. Já, bara þú veist, flesti grunnskólar í Reykjavík, allir grunnskólar fyrir norðan og bara, þú veist, ég tek bara allt skilur, já, ég held að sé bara nokkuð næri leið, sko eiginlega allir framhaldsskólar og áhuga leikfélög og bara prívatnámskeið, þú veist búin að vera með Magnús Jónssoni vinni mínum núna í næstu, já, við vorum 10 ár og hérna, það var fleiri 100 manns þar og svona bara, já en og svo inn í skólanum, kvikmyndaskólanum, listaháskólanum ég kenni í söngskóla Sigurðar Demens það sem ég er farin að gera núna er ég farin að gera meira einhverju sem að kallast coaching að segja og þetta gerðist bara svona ósjálfrátt það bara þetta er einhvern veginn fólk fór bara frétt af því að ég væri alveg til að hitta það og hérna og vinna kannski aðeins forvinnu í hlutverkinu og svoleiðis svo þetta er svona meira já, bara eins og enga kennsla sko. Í tengslu við leiklist? Já, bara undirbúa fólk fyrir aðalega kvikmyndaverkefni Já, ok og stundum sem koma leikararnir bara sjálfur og stundum er það kannski fyrirtækið sem að hérna beðið mig að hjálpa einhverjum Hefðu þú viljað hafa eitthvað hefðu það ekki verið nýstir ágætlega að vera sjálfur með eitthvað mikið lósköp þannig að bara alveg þannig Fá okkur til að tólka hlutverk með sér Já, þetta er ekki ég er nefnilega ég tólka ekki neitt fyrir neitt sko en ég gefi þeim að bara verkfærin til þess að þau einmitt geti komið með sína tólkun þannig að ég spyr á mikið spurninga þetta er kannski alltaf eins og
já, bara kannski svo sálfræðin meðferð, ég veit það ekki en svo náttúrulega líka bara þú veist, miðla maður af sinni reynslu og og svona, já, reynir að setja þetta á eitthvað trakk sko. Og ég veit að það er mjög margir í þessu Chekhov samfélagi sem að sem að gera þetta og það er mörg hlutverk ef maður spyr einhvern veginn, heyrðu, vá, þessi var geggjaður. Ég var úti í Bandaríkjunum og var nýbúin að horfa í vélinni myndina með þarna Freddie Mercury Queen myndina sem að leikarinn vera svo frábær var einhvern veginn ekki neitt svakalega líkur honum en hann var alveg með sama spirit einhvern veginn og mér finnst það bara svo rosalega flott hjá honum. Ég var eitthvað að tala þetta úti og þá segir einn maybe someone here coached him og ég segi, nú hver? Bara að segja? Já. Ef að leikarinn vill ekki þú veist, leikarinn verður alltaf að fá eiga þetta en hann já, upp á það að gera sömu tal, ég er allavega þú veist, já þú veist, maður skilur það alveg og vill bara fá eitthvað til að hjálpa þér með þetta en svo, þú veist, þú ert að gera þetta já. Og nei, ef að fólk ætlar að koma til mín og biðja mig að segja sér hvað það á að gera, þá er það alveg bara myndi ég senda það eitthvað annað sko. Já. En ég get hins vegar hjálpa fólki að finna leið til þess að fá þetta, til þess að koma til sín, til þess að því að þú kannski veist oft meira heldur en að þú heldur sko. Eða já þetta er bara vöðvi sem hægt er að þjálfa upp veist. Hvernig get ég nýtt mér þetta, hvernig get ég tekið upplýsingar úr handritinu og hvernig get ég líkamnað þetta og hvernig get ég skynjað þetta hvernig get ég búið til heim sem er 100% trúverður og ég bara lifi í og ég bara er í virkri hugleiðslu með þú veist, bara á settinu fyrir framyndaðalina og það einhvern veginn klippir saman og verður að einhverju listaverki það er nú það sem að þetta snýst Þetta er ekki flókið þetta er erfitt þetta er nefnilega ekki flókið nei svo bara er þetta og veist þú heldur kannski eins og ég er búin að fara eitthvað viðan völl og eitthvað svona þetta sé, já, það er í mörg horn að líta og alls konar og það er þetta allt undir því þetta er náttúrulega bara lífið sjálft og lífið er þannig að sé þetta flókið en svo er það samt líka alveg hlægilega einfalt það er bara, þú veist bara að lifa lífinu skilur og þannig að þessi nálgun sem ég er búin að vera að tala hún gengur alltaf út af það að þú kannski ferði gegnum, þú undirbýr þig og þú ferði gegnum byrju hvaða andrúmsloft er þessari senu og hvernig get ég líkamnað þetta andrúmsloft, hvernig get ég skynjað þetta andrúmsloft og svo framvegis. Svo skoðaru hver er viljinn minn í þessari þá er það annar lykil sko. Hver er viljinn í þessari senu? Vill ég fá manneskjuna til þess að giftast mér en þú er ekki að tala það eða eitthvað, það er einhver vilji og einhver hindrun þá er það annað hvaða tilfinning er í sen jafnvel bara í hverjum kafla fyrir sig þetta bara byrjar á efasemdum sem breytist í ótta en svo kemur von í lokin eða eitthvað skilur og hvernig get ég fara inn í það og svo leggur það til hliðar og svo hvernig er tempóið í þessu, hvernig er stíllinn á þessu, hvernig er hvert er innra og ytra tempó og svo framvegis fullt en ef þú ætlar að fara að gera þetta allt í einu ég lít hann á þetta þegar þú ert undirbúið þá fer ekki hennum eitt og eitt í einu skoðar þetta út frá þessu bara þessi litur í dag svo er bara þessi litur á morgun svo er bara þessi litur þennan daginn síðan þegar kemur að því að fara að gera þetta upp á sviðið eða fyrir framan myndavel
að þá þarftu bara að alls ekki að gera allt í einu því þá fyrir allt í hakabuff í haustum aður og hérna þá alveg já, ég glindi skilur þá gerur bara það sem að kemur til þín og þann daginn og inspirerar þig þann daginn þá ferði gegnum það og þá kveiknar á hinn óselrátt þannig að í dag þá hérna langar mig að fara inn í gegnum andrúmsloft eða í dag langar mig að fara inn í gegnum tilfinningu eða í dag er það tempo eða í dag er eitthvað annað þannig að hérna eða karakterinn Þetta er rosalega fókus sem þarf að geta Já Já, eins og þú sagði, bara ef þú byrjar að ætla að gera allt í einu þá fer allt í hakabuff og það er einhvern veginn eins og hausinn leitið þangað Já, mitt Sko, þetta er alveg fag, ég meina ég fæ oft sko, bestu komplimenti sem ég fæ eru hérna, já þú náttúrulega hefur ekkert farið í neitt leiklistaskóla en neitt svoleið sko, þú náttúrulega bara ert bara fættur svona natural sko og og ég hefði, já, ég menna, þú hefur ekkert fyrir þessu, það er bara alveg sama hvað að gera, þetta er allt bara alveg geðveikt en já, takk fyrir það kompliment, en ég er endar búin að hafa alveg rosalega mikið fyrir þessu og já, ég fór í skóla og já, það tók mig alveg nokkra áratugir að ná svona smá valdi á þessu þannig að og ég tek oft líkingu frá það var einn golfleikari sem og kallaði Gullbjörnin Jack Nicklaus sem sagði eitthvað tímann og ég notaði þetta oft hann sagði it's practice, practice, practice but when you get on that course get reckless það er að segja þá er komin, þegar þú komin í performancein, þá er komin tíma til þess að sleppa bara tökum á öllu og þú bara skilurðu, þú þarft ekki að vera að sýna verkfæriðin, skilurðu sjáu hvað ég klára að gera við hérna skilurðu, þau eru bara hana, þú notar þau ekki nema þú þurfur það, þau eru bara hana og svo bara getur allt í hennu komið upp heyrðu, þetta var mjög fínt nema hana bara í lokin að koma eitthvað, var eitthvað skrítið hana og þá bara, heyrðu, já fínt, ég með einmitt skrújón í það skilurðu eða eitthvað, þú þarft að þekkja verkfærakistuna þina eða þú skilur líkinguna sko. Já, og En þá líka kannski eins og þú segir get reckless, er það þá að kannski bara ekki ofugsa eða bara sleppa bara æðruleysi sko Já þú veist æðruleysis bænin væri nokkurn veginn svona ég er hér ég er fulla rétt á að vera hér ég gerir mitt aðrir farið sínu fram og ég er ekki verið þótt mér mistakist og svo bara enn á svið eða skilur það verður að ef þú ert ekki æðrulaus ef þú heldur sem sagt að þú sett sem sagt svo mikilvægur að sólinn getur bara ekki sest nema bara, þú sér tilbúin í það sko eða komið upp en það verða að þá þarf maður kannski að skoða eitthvað þú ert bara partur af einhverju sköpun skilur og ég orða þetta eiginlega alltaf svona fyrir mér að ég set það sem svona æðsta takmark að hleypa einhverju í gegnum mig sem að er einhvern veginn starra en ég sem hefur eitthvað meira gildi heldur en bara mitt þrönga, smáa ego þú veist af því ég hef það alveg en ef ég hugsa ég er að hleypa einhverju í gegnum mig og þess vegna reyni ég alltaf að hugsa hvað er best fyrir verkið já, skilur taka þig aðeins út fyrir myndina já, í staði fyrir að ég sé að koma eitthvað ég get ekki látið fólk sjá mig svona eða fólk heldur að ég sé þá svona þú veist ég fæ stundum alveg vá, þú tögur ekkur að sína þig svona og svona en
þetta ekkert ég, veist. Ég nálgast þetta ekki þannig, manna bara ég myndi ekkert gera það sem þessi karakterar að gera, þú veist kannski einhverjum tilfellum það eitthvað svona sammannlegt og einhver partur af mér myndi kannski gera það en ég vil alltaf verið að gera eitthvað tóma helvítis vitleysu. Ég meina fólk elskar drama og þú veist Finningin í bíó bara til að fylgjast með daglegu lífi og Nei, eitthvað svona bara vá, hvað gaman að sjá hvað allt gengur vel hjá þessum alveg alla myndina bara þú veist, og allir með sama viljan bara hönd í hönd, bara eitthvað, þú veist það ekki drama. Nei. Og það kannski ekki komist heldur það bara eitthvað annað drama á að vera til þess að sýna fólkinu hversu heimskulegt það sko. Þú veist, það upprænilega hugmyndin hjá allavega Grikkjónum sem að byrja að skrifa grísku harmleikina og allt það fyrir einhverjum 4000 árum. Já, leikaravinir mínir hafa þurft að lesa þetta í leiklistaskólanum. Þetta er þungt stoff. Já, þetta að bara en þetta samt sem áður sko, þú veist, þarna voru settir upp sko svona alvöru dæmi sko, stór dæmi og svo horfði allir á og þetta var gert í þeim tilgangi að hreinsa sálina. Já. Þú áttir að sjá einhverja krafta mætast sem að þú þekktur úr eigin lífi sem dæmi Kreón konungur og hann hefur fyrirskipað að sonur sinn skuli líflátin og því að hann hefur brotið mannanna lög eitthvað, þú veist, stólið snæri eða eitthvað ég veit ekki, eitthvað sem var svakalega mikið mál á þeim tíma, já, eða eitthvað annað kannski eitthvað alvarlegra en allavega þá dóttir hans, hún segir nei, þetta þetta má ekki, þetta ekki það sem guðirnir vilja. Hún málsvari guðanalaga. Meðan hann segir þetta eru bara mannanna lög. Já. Og þetta skilja allir. Þannig bara og við fáum rosalega sympati fyrir henni. Hún heitir Antigona og enda daginn í dag tölum við antagonista. Já. Það veist, skilur. Þetta við erum alltaf að díla við einhverja frum krafta og þú veist, einhverja svona frumgerðir af fólki, erkitýpur sko. Já. Og kemur það úr þessum grísku harmleikum? Já, hugmyndin erkitýpu kemur frá grísku heimspekingunum og enn þann daginn í dag, náttúrulega sálfræði, Carl Jung og eitthvað, ég nota mjög mikið af þessum erkitýpum, það er rosalega gaman að vinna með þær. Þá bara hugsa ég, hvers konar típa þetta? Þú veist, þetta stjórnandi, þetta fíblið, þetta hetjan, þetta hinn umhyggjusami, saklýsingin, þetta sögumaðurinn, þetta rebel, explorer, hvaða típa þetta? Og þá get ég séð hana fyrir mér sem bara eitthvað svona stóra típu og þá þjóna ég því sem sagt ef ég að leika hetjuhlutverk þá þú veist, þá getur maður séð við fáum öll einhverja mynd ef ég segi við því, sjáðu fyrir þér hetjuna skilur og ég oft gert þetta að kenna þá fara allir í einhverja svona stellingar svona upp og fram skilur Já, kassin út og hakan upp eitthvað svona og þú líkamnar þessa mynd skilur og síðan leifur henni bara að vera áfram með þér og það er bara hvað bjóddu mig byrgin þú veist ég er tilbúin ég er þú veist, og þetta er eitthvað típa með já, bara þú veist saklýsingin er kannski meira bara þú veist bara happy to be me and you skilur Já. og og stjórnandinn er kannski meira bara power isn't everything, it's the only thing. Ok.
og hann er með eitthvað markmið, það er kannski að búa til frjósamt samfélag eða fjölskyldu en hann á erfitt með að delegera, hann á erfitt með að treysta öðrum og það getur verið veikleiki, hann er veikleikar og styrkleikar hjá hverjum einum. Stjórnandinn, ef hann er týrand sko, þá segir hann ég er í lagi, þú ert ekki í lagi, þá ég sé ræðið. Og leðu setur þið í þessa stellingu, stjórnandinn. Hvað erum við að tala um? Hvað erum við að gera hér? Skilur þú veist, þá karaktersköpun. Þetta eru þessar erketýpur. Þetta eru erketýpurnar, sko. Og svo er bara erketýpiskar hreyfingar og allt mögulegt. Þetta er töluverð þetta er töluverð stúdía, en það er rosa gaman að þessu, finnst mér. Og ég hef sett að þannig upp þegar ég er að kenna að það séu svona tvær meginreglur sem á að hafa í huga og regla númer 2 gleymist oft og hún að það verður að vera gaman og stundu segi þegar fólk búið að leika og segi ok, var gaman nei, ég glemdi því og svo stundu kemur hvað er regla aftur númer 1, ég má glemma því já, það er bara þú þetta að vita hvað þetta að gera en það er þetta mjög gott. Ef að leikarinn veit hvað hann er að gera, bara, hvað er ég að gera? Þú kemur inn, sest hann niður, segir þetta, drekkur eitthvað, og maður þarf að gera eitthvað. Ef maður veit þetta, og þá þarf maður bara að hafa gaman að því, sko. Mitt. Og svo er auðvitað spurningum hvernig þú gerir, og þá erum við farin að tala þessa þetta listræna, þessi fínu blæbrigði. Já. Kem ég inn með þjósti eða kem ég inn varlega eða hvernig kem ég inn? Hvaða eiginleikar hvaða áferð á því sem ég geri á hreyfingunum og svoleiðis. Það er eitthvað sem búið að stúdera og fara yfir í æfingum og alls konar óskir frá leikstjórum og þess aftar. Nei, mjög sjaldan. Í alvörinni? Já. Það er oftast er bara engin æfing en þegar vikið að þá það er stundum það hefur komið fyrir það er stundum æfing, já og það er meira og meira en mjög oft eru engar æfingar þetta er mitt að koma með þetta og þannig að æfingin getur verið þannig að við tökum hana bara á settinu, bara rétt ára hana förum á stað. Já. Svona smá uppbytun. Já, bara svona til þess að kameru fólk getur ekki alveg alltaf að vera með. Já, það er bara þessi praktísku. Já, svona og við sem ekki alveg líka bara taka eitthvað óundarlega marga klukkutíma okkur efni, við veitum nokkuð hvað erum að gera. Já. Og síðan en þetta er hinn hlutlægi veruleiki, objective veruleiki, veist object, hvaða hlutir eru í gangi og hvaða form er og svoleiðis andlegi eða subjective veruleikin, það er það sem að ég líti á sem mína vinnu skilurðu, þannig að en leikstjórar eru bara mjög misjafnir sumir eru með Baltasar til dæmis kemur úr leikhúsi, leikari sjálfur og hann hefur sér leikstjóri mjög skýrar hugmyndir en hann samt sem áður leyfir manni líka alveg að koma með sem sagt sitt og það er eiginlega mjög algengt að þetta sé þannig ég var að prófa að lesa þetta og þá ef að leikstjórinn er bara ok já, þetta er bara flott ég þá þarf hann ekki að gera neitt mikið hann er bara sáttur
ef að hins vegar að hann sér einhvern veginn, ég var meira að hugsa, skilur við, þá byrjar hann að fara inn. Þannig þess vegna getur verið alltaf gott að koma hérna vel undirbúin. Notabenni hérna, maður sýnir ekki hérna verkvæðina sín og sýnir ekki hvað þetta er erfitt og sýnir ekki hvað er mikil undirbúningur. En ef maður er undirbúin, þá lætur maður þetta líta út fyrir að vera ekki neitt mál. Áhorfandinn hefur engan áhuga á því að setja einhvern veginn út í sal og vera rosalega erfitt fyrir hann. Skilur við. Hann er að reyna sitt besta. Já, hann er að reyna sitt besta. Ó, guð, ég vona hann takist nú vel upp í næsta atriði. Ég sé hann er að ströggla við þetta. Ó, hvað hann er að leggja mikið á sig. Ég dáist að þessum. Nei, það er bara, þú ert bara já, það mögulega getur fundið til með honum að það er ekki gott, sko. Nei, er það ekki líka kannski oft merki eins og ég var að tala áðan og maður kunni ekki alveg að greina á milli hvað er góður og slæmur leikur en einhvern veginn hefur tilfinningu fyrir því að þegar þú sérði einhvern svona rembast við að leika það kannski svona hittir fólk svolítið að þarna kom einhver bara tilfinning þetta snert einhverja taug mér fannst þetta ekki raunverulegt það er mitt, akkurat meðan að þegar þú horfir á einhvern góðan leik þá finnst þið bara eins og þá bara trúir þessu nákvæmlega ég kann ekki að lýsa þessu betur sko ég er ekki með þessar leiklistabækur á náttborðinu nei, ég meina þú ert samt alveg með þetta bara þú ert algjörlega með þetta sko það er bara alveg þannig og já og þú getur alveg lagt þetta fyrir þig þú vilt sko já það eru ekki bara að fara í þetta ég held það ég veit ekki ef að þú hefur áhuga þá getur það alveg pottið ekki spurning sko þá veit ég hverjum ég á að heyra þú hefur ég sko þegar ég er að kenna þá horfi ég í augun á þeim sem ég er að tala við og ég sé hvort hann skilur mig eða skilur mig ekki þannig að þú veist ég veit alveg þú ert alveg búin að vera með mér allan tíman ég hef alveg talað við fólk sem er bara og svo bara það er eitthvað skrítið ég held að fólk þurfi að horfa á þetta viðtal ég held að þetta sé alveg fyrsta viðtali sem ég tekið þar sem að fólk verður að horfa út af því að eins og þú varst að taka hjartaðan út og skrúa það niður ég eiginlega bara varð svona mér leið smá illa að bara sjá svipriðin hjá þér og enda varstu náttúrulega að kalla það fram svona óþægilega tilfinningu sem að mér langaði ekkert rosa mikið að upplifa sorg á þessum tímapunkti og síðan þegar þú fórst upp en meina, og bara fyrir fólk ég meina, mér fannst þess að þú varst votur augun þarna já, það var líka því að það var þannig já, akkurát, og sko, sem ég finnst ótrúlegt út af því að við vorum bara þetta er það sem ég nefndi að tárast fyrir fram að myndavalin eða eitthvað og síðan fórst í þetta og öll svipriðin og ég bara það sló þögn á salin hérna en mér leiði í alvörinni bara er bara kannski offa myndi er það búið já þetta var bara þarna var ég bara að tala um hvernig þú getur sett einhverja orku eða hreyfingu í gang og hún heldur bara áfram að vinna skilur þú, og ég þurfti að stoppa sjálf, ég þurfti að skrúa fyrir og önnur líking væri bara, ég veit ekki hvort það var eitthvað tíðan tæmt fiskabúr af vatni og maður tekur svona slöngu og byrjar að sjúga og svo setur hinn endan fyrir neðan já, og það byrjar að fara upp og svo bara getur þú farið og ég er reyndar ég lærði þetta sko á pjúlítið svona hardcore reynsla eða þannig ég syns þetta að gera þetta dóttir minn hafi verið með fiskabúr, stórt fiskabúr já, ég bara í alvörinu fiskabúr og ég gleymi mér og kem inn í herbyggið og það var bara alltaf floti þannig að það var fatan ekki nógu stór sko þetta hélt bara áfram þannig að þegar ég seti einhverja hreyfingu í gang, einhverja innri hreyfingu einhverja orku, þá heldur hún bara áfram að vinna ég þarf ekki að gera neitt hlutinni bara gerast, bara ósjálfrátt flæða bara já, þannig að til dæmis bara segjum bara eins og heilin, hann getur líka verið fljótandi eða fallandi, ef þú byrjar að láta heilan og ég myndir að setja með heila sem er alveg svo heiliðin nema þetta er svona einhver sálheili
og hann byrja bara svona að fljóta upp og þú veist og þú með fljótandi heila svo erum við kannski bara að gera einhverja senu og kannski erum við bara eitthvað með vá maður ertu að sjá þetta maður þetta er geggjað og heilin er alltaf á leiðinni og allt í einu er að koma bara langt í burt og við erum bara þetta djóka wow skilur að það bara hann heldur alltaf á hann bara fljóta upp á þig og þetta gefur þér einhverja tilfinningu og svo getur hann byrjað að falla og hann er bara hann fellur og hann er að detta og þú bara shit herðu já, skilur við ég var alveg að gleyma tímanum sko heilin að falla og ég er í frjálsufalli og ég bara shit ég átti að vera búin að ná í dóttur minna á leikskólan ef ég fer ekki núna þá skilur og þá þetta er að vinna bara og svo get ég gripið hann ok, þetta er alltaf leið balansa ég er í balans og svo eftir einhvern tíma þegar ég er búin að vera balansar þá bara og þetta kannski getur verið gott að nota eins og fyrir svona erfiðar senur eins og þú þarft kannski að vera þú veist fullur eða á einhverjum efnum eða eitthvað þú veist skilur þarftu endilega að hafa upplifað það? Nei þú þarft ekki að hafa gengið á tunglinu til þess að ímynda þér það hvernig það er að ganga á tunglinu já. Þú þarft ekki alltaf beina reynslu af öllu skilur og þetta eru mistök sem margir gera, sérstaklega ungi leikarar að þeir halda að þeir þurfa að gera allt í alvörunni, en það þarf ekkert þú veist, og það er alveg upplýsingar fullt af bókum, fullt af sem að þú getur leitað í, eða þá að þú leitar í eitthvað coach, þú veist og spyr bara hvað get ég notað þarna í staði fyrir þetta já. Þú veist í staði fyrir að vera þú veit kannski að vera einhverju senu sem allir er að reykja gras eitthvað og þá bara ímyndar þeirra heilin að sé engin heili út bara með kandifloss í hausnum skilur sem er einhvern veginn svona þannig að það er bara svona rosalega transparent svona, og það er svona sikra það er svona styrnir á það og það er bara þú veist og þú ert með í senunum með og ég held að þetta sé búið sko skilur og ert með eitthvað díalóg og ert með eitthvað aðgerðir eitthvað og þú ert bara að fylgjast með þessu það er engin heili, það er bara kandifloss í hausnum skilur og svo bara svo leikur það semst allt út frá því sko og veist staði fyrir að þurfa einhvern veginn að gera þetta eitthvað raunverulega, fattur við? Já. Ég held ég hef aldrei sé mikið tilfinningar rússibana í viðtali burt sér frá því sem þú varst að tala um. Já, ég byrni, ég las eitthvað staðar að til þess að leika þá var á kókaini, þá gætur ímyndað að það var með svona litlar svona mörg þúsund svona litlar kónguler sem sést á hálsinum á þér og og að handabökunum og allt sem þú sér það er bara algjör opinberun það er bara, þú veist, vá bara, þú veist, það er bara tjóðlega þetta fucking flott stúdíó maður skilur eða eitthvað, þú veist, bara þú tekur eitthvað neginn wow, þetta er geðveikt þetta er bara geð, þú ert geðveikur þetta er hvað geðveikur starri wow þetta er geggja gaman maður djöfull er ég góður maður það veist eitthvað
Labbaðir hingað, þegar þú settir sér í stólun og byrjar að tala, varstu það með eitthvað svona sett upp fyrir þig, eða varstu bara Þorsteinn? Nei, ekki neitt. Lofur? Já. Enga kóngulær? Ekki neitt. Nei. Þetta er bara verkfæri. Þetta er bara verkfæri? Já, þú veist, ég menna, alveg svo bara smiður eða, þú veist, pípari eða rafvirki eða hver sem þú veist, skilurðu, eða slökkviliðsmaður, hann mætir ekkert með, þú veist, brunabílinn og slöngun einhvern veginn í fermingaveislu, það einhvern veginn alltaf einhvern veginn í búning, skilurðu. Nei, það er svolítið gaman við þetta, að þú ert að tala um hvers aðskilið þetta er. Já, sama með bara þetta, þú mætir ekkert með verkfæriðin sem, Þetta er eitthvað svo límt saman og þegar þú byrjar að hlæja á svona, þá er ég að hugsa bara, hvað er að gerast hérna? Hann er bara að leika, hann er að sýna mér að hann getur gripið í verkfærin, eða eins og sorgin á hann. Það er svona, það er einhver alvöru, þú veist, þegar bara að ég sé að lesa af andlitin á þér svipriðin, það kalla fram tilfinningar hjá mér líka. Já, það er auðvitað tilgangurinn, eða sko, þú veist. Já, þarna, þegar við erum að gera þetta, þá er ég auðvitað bara reyna einhvern veginn að svara spurningunum. Já. Og já, og það kannski pínlega flókið að svona, þú veist, gera það án þess að eða þú veist, leiðum að byrja að tala um þessar myndir, að þá byrja það að verka einhvern veginn á mann, sko, það er það sem gerist. Já. Skilurðu? Og verka á mig. Já, ef við skynjum hérna byrtuna og sólina sem hérna inni, ef allt hérna bara, þú veist, baðað í hvítu ljósi, skilurðu, og ég bara horfa á þig, ég bara, wow, þetta er geggjað, þú veist, þú ert geggjaður, ég hef aldrei séð bara neitt svona fallegt, skilurðu, þú glóir, þú gerir það, skilurðu, og þetta er svo skrítið, af því að það er alltaf eitthvað speglun líka, sem sagt, ef ég vil draga fram eitthvað í mér, þá finnst mér gott að sjá það líka í öðrum. Já, akkurat. Skilurðu? Þannig að hérna eitt svona sem ég til dæmis notaði aldrei í Kötlu, af því að hérna minn karakter þar var að kljást við eitthvað að djöfla, sko. Eitthvað sem hann var búin að íta bara bókstaflega niður í kjallara, þú veist, vildi ekki, var með eitthvað tilfinningur eitthvað sem hann vildi ekki kannast við, svona, og hérna, það byrtist í mörgum myndum í þessu, en sérst á yfirborðinu var hann yfir þetta allt sem hann hafinn og hérna, og var ekki með þessar kenndir, var hann að neita öllum ótta og öllu, skilur, og hérna, og ég bjó mig dálítið til í, hans heimur snerist dálítið sem sagt engla og djöfla. Þannig að ég var stundum að leika sem sagt senur og ef ég vildi fá eitthvað svona djöfulega ásýnd, sko, þá byrjaði ég að sjá sem sagt djöfulinn í þér. Þess að ég set á þig horn og hala og klofna tungu og jafnvel eitthvað þrífork. Og það er eitthvað rauður litur og þú veist, og þú ert einhvern veginn líka húðin á þér er öll, skilur, og þú ert með eitthvað leðurvangi og eitthvað, skilur, og síðan eigum við eitthvað texta, skilur. Og þú sást bara Guðrúnu Eyfjörð og Ingvari bara með halan og hornin. Svo getur maður bara hent í burt og svo bara, nei, heyrðu, nei, ég get líka séð þið sem engil, skilur. Já. Og hérna, og þá er þetta heldur ekki neitt persónlegt. Nei, akkurat. Skilur, þetta er bara mynd sem ég varpa á þig. Já. Þú varpar einhverju mynd á mig og þetta er bara leikur. Og þetta er þá kannski líka bara aftur upp að bara upprunalegu spurningunni sem ég spurði þig var, hvort það verði eitthvað sambandslit við karakterinn. Og þá er það í rauninni bara að þurrka út þessa mynd og þá er þetta farið. Já, það er þannig. Það er þannig. Og hérna, já, nú er ég búin að segja þér allt, sko, og þá náttúrulega kemur þetta bara, þú veist, þetta er þetta gaman. Já. Þetta er rosalega gaman að gera þetta og hérna, það er ekkit verra heldur að fá borga fyrir það. Nei, ég segi það. En þannig
2 flugur maður 2 flugur sko Ég líka búin að halda þér alltaf lengi hérna en sko ég búin að vera ég búin að fara hérna í rússi bara með þér sko Þú ert eitthvað að leika þér að þessu og þú, já, nei, ég get nú bara gert þetta og kalla fram þessa tilfinningu og meðan ég hérna bara með eitthvað sitt eftir með áföllin að hafa hort upp á þetta Það var ekki meint þannig sko Nei, ég, hérna, mér finnst það magna og ég hvet fólk til þess sem að hlusta á þetta að verða að horfa sko út af því að þetta er nú ansi margt sem að lesa í líkamstjáninguna Þorsteinn, ég ætla bara að fá að þakka þér kærlega fyrir að koma og þurfu ekki bara að enda þetta á þeim orðum að get reckless. Get reckless. When you get on that course, get reckless. Þorsteinn Bachmann, takk kærlega. Takk svo fyrir.